Góðan daginn. Ég ætlaði að fjalla bara rétt aðeins hvernig þið eigi að búa til spurningakönnunina í Gmail eða í gegnum Google. Þið þurfum náttúrulega að vera inn í Gmailinu ykkar og sjáðu uppi efst til hægri í horninu. Þar er svona ferkantaður kassi og þetta er annarkvort hér inni með að smetla á þetta hér. Þetta gæti verið einhvers staðar og þá heitir þetta Forms. Smetlið á More, gæti verið hér eða even More frá Google. Ég fer hins vegar þá leið að þetta er ekki inn í mínu og ég kann ekki að setja það inn, að ég fer bara í Search og geri Google Forms eða bara Forms smetla á það og Free Online Surveys for Personal Use sem að ég vel. Og go to Google Forms, þetta er kannski lengri leið en hún virkar þannig að maður komist allavega á réttan stað. Þá dettur hún alltaf út úr og fer inn í eitthvað allt annað, það er alltaf leið, þið verið bara alveg rólega meðan að ég verifæði ég sé alveg hver ég er. Við byrjum hér, það sem heitir Start a New Form og veljum blank. Þið getið valið eitthvað þessu en ég ætla ekki að fara út í það, ég nenni ekki að setja mig inn í það núna því ég hef ekki svo mikið tíma, þannig ég ætla bara að byrja á auðu blaði. Þannig það er blank eða autt. Og þá byrjar hún á því að setja upp spurningarnar og hún fer bara beint inn í, þannig að hér myndi ég segjum að ég ætla bara að hafa kyn ég væri með option 1 sem væri kona, ég vil endilega hafa hana fyrir ofan kallinn og adoption það er karl, adoption, hvað vorum við að tala um? Annað, setjum það bara og við viljum hafa þetta multiple choice og það er required að svara, það er ekki hægt að sleppa þessari spurningu og síðan fyrir bara beint yfir í næstu spurningu sem myndi vera búseta. Í flestum tilfellum vil ég vita hvar fólk á heima. Hvað segjum bara höfuðborgarsvæðið, þið getið haft þetta meira niður njörvað, ég ætla ekki að gera það ég ætla bara að taka svona einu og eina, höfuðborgarsvæðið, adoption, landsbyggðin. Þetta er náttúrulega rosalega gróf skipting en hún þarf í raun og veru ekki vera svo mikið meira fyrir þetta. Alltaf að muna í dag required til það þýðir að viðkomandi verður að svara þessari spurningu. Hann getur ekki farið fram hjá henni. Þið getið sett inn myndir, vídeo og section en þið þurfið þess ekki. Þið eru bara að gera þetta flóknara til þess. Það eina sem þið eru í raun og veru er að gera þetta nú einfalt fyrir þannig að þið fáið fólk til að svara. Sko taka eina spurningu en þá þannig ég geti leyft ykkur að sjá hvernig þetta kemur út. Segjum bara hvar ertu stödd eða eitthvað hvar ertu stödd og ég er heima ég er í vinnunni og alveg skrifa ég þetta eitthvað villust og kannski eitt option viðbót er hjá mömmu svona. Og aftur vil ég láta, þetta er skyldu svar við þessari spurningu, þannig að þetta er svona. Síðan fer ég yfir í svörin. Og það er engin svör komin. Nei, það er allt í lagi. Þetta er bara untitled form, ég þarf að láta hana heita eitthvað. Þið láta hana náttúrulega heita ykkar nafni. Og þið geti haft einhverja smá lýsingu til dæmis könnun fyrir Borgarskóla, BHS. Og hér er ég komin með, ég er komin 3 spurningar Vá, þetta er bara rosaflátt sko. Og svo vil ég láta bara hreinlega, var það ekki hér í settings. Ég vil ekki láta safna e-mailadressum og það má bara svara einu sinni. Það er mjög mikilvægt, þannig að fólk geti ekki svarað aftur og aftur og aftur. Og edit eftir söpun, ég myndi ekkert hafa það, ég myndi bara hafa þetta svona og gera svo vistapítu, hvað var presentation, það er ekki neitt og quizzes, við ætlum ekki að hafa neitt svoleiðis, þannig það er bara svona og vista þetta og það sé ekki bara nóg núna að gera senda til hún safni þessu fyrir okkur í eða vista, býðu nú við, all changed, saved in drive, ég ætla að gera send og svo er það spurningin sko, við ætlum að senda þetta bara sem viðhengi. Þá fæ ég sjá þið slóðina. Get stytt mér svo örlið
þá er það svona eða haft það svona langt og þið verðið að gera copy á það til þess að senda, til dæmis ef þið ætlaði að setja á Facebook-grúpuna, þá gerið þið copy hér og hérna og segjum svo að það nú er búið að kópa þetta á klippbordi, þannig að nú gætu þið farið yfir í grúpuna, sett þetta inn þar og fengið okkur hinnar til að svara. Ég ætla að loka þessu og ég ætla að sýna ykkur hérna aðra sem ég var búin að gera núna bara rétt áðan sem heitir bara hérna bulla. Þar er ég með eina könnun hérna og ég er búin að svara henni sjálf einu sinni og þá líta svörin svona út, sjáðu þið. Það er maður, kona og annað. Það var greinilega bara einn kall sem svaraði þessu, það er ég. Og ég bý á höfuðborgarsvæðinu og ég var bara með 2 spurningar hérna. Þannig að þið sjáu það er komið upp einföld hérna línurit. Þau eru ekki mjög flókin þessi en þau eru samt alveg nóg, stundum náttúrulega komið þið til með að vinna svo aðeins meira með þau. Og ég held að þetta hér sé bara alveg nóg. Býtu nú við okkur hefur hún þetta untitled blessunin. Já, svona. Þá lagar hún það aftur, þannig að núna lætur hún það heita eitthvað, þannig að þeirra þetta er opnað. Og ég ætla bara að treysta því að hún hafi sett upp hérna líka skjalið fyrir þetta. Og sjá, hvað er hér? Rename, remove, open in a new tab. Ég ætla að fara aftur inn í hana bara til að sjá hvernig hún lítur út. Responses, það er ekkert komið. Og hér er, já, create spreadsheet, fyrirgefið. Þið þurfum náttúrulega að búa það til. Undir responses, create spreadsheet. Það þýðir að þið ætla að búa til nýtt skjal sem fylgir þessu hérna. Það er það sem ég var að opna í hinu. Vonandi rugla ykkur ekki rosa mikið, en þið myndu bara að gera create og þá er núna komin, nú linkar hún formið ykkar við þetta hér. Alla spurningarna koma hérna fyrir ofan, þannig þið sjáu bara fljótt og vel hversu margir eru búin að svara á annað. Ég ætla ekki að láta þetta vera lengra núna því að ég hafa verið bara rugla ykkur, þannig ég ætla bara að stoppa nákvæmlega hér og við ætlum að pröfa þetta núna í lotunni. Ok, bara gangi ykkur rosa vel og byttum við hvernig máttu nú slokka á þessa fyrir upptöku.